Gleðilegt nýtt ár. Mig langar til að kynna aðeins fyrir ykkur hvað framundan í skólanum. Eins og nemendur flestir vita þá erum við búin að kollvarpa svolítið kerfin okkar og við fórum yfir hvað framundan með nemendum í morgun, en það vantar auðvitað alltaf einhverja í skólann, þannig að við komum að taka upp kynninguna líka. Við sem eigum annars við að fara yfir þær sóttvarnareglur sem að gilda í skólanum eins og staðan í dag, og svo mun ég fara aðeins yfir hvernig breytt fyrirkomulag á nám og kennslu á önninni. Hvenær á að nota grímur og hvenær ekki. Það er grímuskylda í dag á ákveðnum stöðum í skólanum. Það er grímuskylda á göngum, það er grímuskylda í anddyrunum, það er grímuskylda við salernin og á bókasafni. Loks er grímuskylda í nemendarýminu, hérna í bóknámshúsinu. Það sem ekki er grímuskylda er í kennslustofum þegar hægt er að halda 2 metra fjarlægð á milli einstaklinga. Það er engu að síður svo að kennarar eru verkstjórar í stofunum og þeir geta óskað eftir grímunotkun hjá nemendum. Aðeins meira grímurnar. Þær gera gagn ef þær eru notaðar rétt. Þar sem að ég nú ekki að taka pljóði inn í tölunni hjá mér núna, þá því ég lítið fyrir mig að gera þetta myndband, en ég mæli eindregið með því að þeir sem voru ekki hjá okkur í morgun í kynningu, að þeir kynni sér myndband sem er inn á covid.is hvernig rétt er að nota grímurnar. Grímurnar eru aðgengilegar í anddyrum skólans, þær eru nemendum á kostnaðarlausu. Umsjónum ára heimavist þar sem að grímuskammta fyrir vistaboð, þær eru ekki anddyrum þar, þau geta fengið bara vikuskamt eða svona eftir þörfum. Við biðjum nemendur að ganga vel grímuna, taka eina í einu eftir þörfum, ekki taka heilu bunkana og þetta alls ekki taka kassana. Þannig að nota bara eins og þau þurfi hér í skólanum. Við semst erum að leggja til grímur í skólanum en ekki til að fara með og nota utan skóla. Í skólarútu er grímuskylda, það eru grímur sem nemendur fá í rútunni á morgnana og við biðjum þá að nota þær áfram, nota rútunni og áfram inn í skólan. Og eins þegar nemendur eru með grímu og eru að fara í rútu að nota þá sömu grímuna áfram inn rútuna því gefnu að gríman sé í lagi. Einnota gríma endist í 3 til 4 klukkustundir eða þar til hún er orðin rakamettuð. Ef hún rifnar sjálfsögðu það líka skiptin út, en þannig að það ætti að vera hægt að hver nemandi sem er hérna allan daginn ætti að þurfa að notast við einhverjar grímur yfir daginn. Hvað er 2 metra fjarlægð í stofunni? Við erum búin að fara svolítið vandlega yfir stofunar hjá okkur með það í huga hvort við getum einhvers staðar skapa 2 metra fjarlægð. Í kennslustofum er hægt að sjá mörgum hverjum borð með svona rauðu límband á, eins og við sjá kannski hérna, þetta er rautt límband. Þetta við röðum upp þessi borð sem er rauða límbandinu, ef það er eingöngu setið við þau, þá er hægt að tryggja 2 metra fjarlægð á milli nemenda og þetta eru einu aðstæðurnar í skólanum þar sem að í rauninni hægt er að vera grímulaus. En til dæmis getur einhverju grímulaus sem er hérna í horninu þó að hér sitji 2 hlið við hlið og séu ekki með grímu. En alls staðar hérna á milli rauðu hringjana eru 2 metrar. En þetta mun nú lærast mjög hratt, en við viljum að nemendur þeir eru komin í stofu að þá fari þeir að setjast þeir á borð sem er með rauðum lími svo lengi sem að það rúmast. Við getum ekki alltaf tryggt 2 metra fjarlægðin í stofum en þá þarf að nota grímur. Það er 30 manna hámarksfjöldi í rými, og svo við förum aðeins yfir að hvað rými þá er rými sem afmarkast af veggjum í hrunn og hurð, skólastofa er eitt rými, íþróttasalur er eitt rými, saman með nemendarými og þá ganginn sem því fylgir, það er eitt svona rými, bókasafnið er eitt rými. Þegar ég setja á skrifstofunni minni, þá er ég í einu rými, ég er til dæmis grímulaus núna, sitt hérna inni með lokaða hurð. Varðandi svo aftur nemendarými í bóknámshúsinu, við veltum svolítið fyrir okkur hvort að við gætum haft opið vegna þess að við þurfum að koma í veg fyrir mikla hópamyndun. En við ákváðum að láta reyna á að hafa það opið vegna þess að í áfangatímum, sem ég tala meira á eftir, þá geta nemendur verið í gati og þá þurfa þeir að hafa einhver aðstöð. Þess vegna erum við með nemendarýmið opið eins og staðan er núna. Við þurfum öll að hjálpast að passa upp á að fjöldinn fari ekki yfir 30 manns.
Við þurfum að vinna þessu saman vegna þess að við viljum í lengstu lög geta haft öll plássun okkur opinu, við þurfum á að halda. En við mögum ekki hópast í það. Aðra svona klassískar sóttvarnir sem er vert að minna á, það auðvitað þarf alltaf að gæta vel að hreinlæti, þú hendur. Með sápu, nota handspritt, það er handspritt út allan skóla, það er handspritt við alla innganga sem við viljum að fólk noti þegar kemur inn í skólan. Passa snert ekki nef, augu og munn, eins mikilvægt og mögulegt er, það eru svona smitleiðir. Hnerra og hósta í krepptan olnboga, nú eða þá í pappír. Forðast náið samneyti við einstaklinga með hósta eða almenn kvefeinkenni, þetta eru COVID-líka einkenni, maður forðast þau. Sýna aðgát þegar við erum einhvers staðar þar sem eru fletir sem margir snerta, það eru ákveðnir fletir sem margir snerta. Það borgar sig að sleppa því haldi í handriði, til dæmis upp á niðurstígana. Notiði olnbogann eða passið að spritta ef þið eru búin að nýta á lyftuhnapp og svo við erum komin út fyrir skólann þá erum við farin að tala um greiðsluposa. Hurðarhúnar eru miklir smithætta á þeim. Það taka margir hurðarhúnar, passið ykkur þar. Á heimavistinni eru nemendur með spritbrúsa til þess að spritta sína hurðarhúna en það er svo er starfsfólk að spritta hérna á hverjum degi. Heilsið með brosi eða handabandi. Heilsið með brosi en ekki handabandi eða faðmlagi. Ekki heldur að klessan. Það er handasnerting fólkin í því. Þetta þekkir nemendur okkar auðvitað frá því í haust er að nemendur spritta og auðvitað starfsmenn líka. Við sprittum borð og stólbögg áður en förum út í kennslustofu eða öðru rýmum sem við setjum í. Ef ég sést á kaffistofuna þá spritta ég eftir mig þegar ég stend upp. Þannig að þarna bara passa allir að spritta eftir sig og þetta hefur gengið gríðarlega vel en það er að gera minna á þetta. Lykilatriði er að vera heima ef þið hafið einkenni. Ef þið hafið einhver COVID-líka einkenni, kveflíka einkenni, verið þá heima. Hafið samband við heilsugæslu og athuga hvort þið kalla ykkur inn í pröfu en þetta er grundvallaratriði til að koma í veg fyrir smitt. Það eru frímínútur í töflunni, það eru 15 mínútur á morgnana og 15 mínútur eftir hádegi og þá þurfum við svolítið að velta fyrir okkur dreifingunum. Það geta ekki allir hópast á sama staðinn. Við þurfum að passa það og við getum notað heimastofur. Heimastofur í þessu tilviki, það er búa til nemendahópa sem eiga ákveðna heimastofu, sem ég tala líka betur um og eftir, en það er ekki þannig að í frímínútum megi bara ákveðin hópur verið í ákveðinni stofu. Bara nýtum stofurnar í frímínútum til að ná dreifingu. Það er pláss í nemendarýminu sem hægt er að dreifast um. Það er pláss á bókasafninu. Eða bara skella sig út og fá sér smá ferskt loft, svo ég tala um ef að þið eru búin að vera með grímu mikið yfir daginn, það getur verið gott að fara aðeins út á anda. Athugið að í öllum þessum rýmum, sem sagt bókasafninu og nemendarýminu, er grímuskylda. Það er ekki grímuskylda í heimastofum eða öðrum kennslustofum ef hægt er að tryggja 2 metra fjarlægð og þarna bara gilda rauðu límmiðarnir. Í hádegishléi sem að núna er 50 mínútur því vorum að reyna að jafna út lotur fyrir og eftir hádegi og ljúka skóla klukkan 4, þá er ofboðslega mikilvægt að nemendur dreifist. Dreifist skólann eða fari heim í matarhlé og þá er ég auðvitað að horfa sérstaklega til þeirra sem hafa aðstöðu í nágrenninu. Ef þið eruð á heimavist eða búið hérna Fjallarhrings Norðfjarðar, farið þá heim í matarhlé eða farið í mötuneytið sem sagt náum sem mestri dreifingu fólks, komið í veg fyrir mikla hópasöfnun. Aðgengi að mötuneyti, við þurfum alltaf að stýra aðgengi að mötuneyti til að koma í veg fyrir að þar verða margir í einu og ég ætla að biðja ykkur að virða mjög vel þessa skiptingu. Að klukkan 11:50 þá hefst hádegishlé til 12:15. Þá er aðgengi mötuneyti fyrir nemendur á starfsbraut, stúdentsbrautum og framhaldsskólabraut. Klukkan 12:15 til 12:40 sem er seinni hlutin af hádegishléinu er aðgangur að mötunum fyrir innnámsbrautir. Og við höfum verið svolítið að skipta á milli nemenda hvort þeir eru í fyrra eða seinni mat. Þetta er liður í því. Með þessu móti gerum við ráð fyrir að geta boðið öllum sem þess óska upp á aðgengi að mötuneyti. Þetta þurfum við svolítið að átta okkur á hvernig þetta slípast til en hversu margir sækja mötuneyti hvar ástæðan við þurfum að gera en við gerum ráð fyrir að þetta muni verið í lagi. Við erum búin að gera áætlanir breytt skipulag náms og kennslu fyrir vorunna. Talsvert mikla breytingar.
Ástæðan fyrir að við förum í þessar breytingar er að við viljum geta haldið út eins miklu staðnám og mögulegt er. En svo staðan er núna er það nú frekar svona tiltölulega gengilegt að því að reglugerðin sem við störfum undir er þokkalega sveigjanleg og gildir eins og staðan er núna út febrúar. En reglugerðin getur að sjálfsögðu breyst ef það verður aukið smit á landinu, þá getum við lent í stífari takmörkunum, en við erum búin að útbúa skipulag sem að þolir ansi mikið. Og við náttúrulega gleðjumst alveg gríðarlega yfir því að fá allir. Það var frábært að sjá nemendur koma í skólann í morgun. Við gerðum nýja stundatöflu utan þetta skipulag og hún í rauninni byggir á ákveðnum svona grunnstoðum. Í henni er skipulagstími sem er fyrsti tíma á mánudagsmorgnum, þar er vikan skipulögð. Það er algjört lykilatriði að nemendur mæti í skipulagstíma. Þennan tíma er verið að kortleggja hvað er framundan vegna þess að skipulagið reynir talsvert á sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Við erum með áfangatíma sem eru 30 mínútna svokallaðir, má segja hefðbundnir tímar. Þar sem að nemendur eru í tíma hjá kennarunum sínum og með þeim nemendum sem eru með þeim í áfanga. En í til dæmis venjulegum 5 eininga áfanga, sem flestir áfangar eru nú 5 einingar, þar eru 2 hálftímatímar, 2 áfangatímar. Þannig að þá er klukkutími komin í kennslu í þeim áfanga, eða sem sagt kennslutími. Venjan er að kenna 4 klukkutíma fyrir hverja 5 einingar, þannig ég segi að það er búið að skera mjög mikið niður í áfangatímum, en þetta er auðvitað til þess að við séum þolnari gagnvart sóttvarnareglum. Það er aðeins meiri pressa á áfangaskólana í svona aðstæðum. Vinnustofur eru orðnar miklu fleiri eins og ég hafi sjálf síðan stundatöflunum ykkar. Þær eru með samskonar formi eins og venjan er, þannig að nemandi velur í hvað vinnustofan fer og hjá hvaða kennara, en að því að þær eru mikið fleiri en þær voru, þá er algjört lykilatriði að nýta vinnustofu vel og það er skyldumæting í allar vinnustofur og það nú reynir bara sjálfstæði nemenda. Ég vil benda á að heimasíðunni getið séð líka þegar nú er búið að breyta stundatöflunni að skólaaksturinn er líka breytt tíma frá því sem var. Ég sjá þarna slóðina þarna neðst á glærunni, hvenær akstur, þar getið farið inn og séð skólaaksturinn. Svona í rauninni lítur taflan út í dag. Við byrjum mánudag á skipulagstíma, svo kemur áfangatími og það er alltaf byrjað á áfangatíma fyrstu 2 tímana á morgnana og það eru áfangatímar í fyrstu 2 tímanum eftir hádegi. Nemar geta auðvitað verið með fleiri áfangatíma, en þeir sem eru í verklegum áfangum, þar eru fleiri áfangatímar. Þetta er í rauninni hugsað þannig, við viljum að nemendur byrji daginn á þessu og komi strax eftir hádegi, en ef það þrengir að okkur sóttvörnum þá er þetta líka tafla sem að, eins og ég segi, þolir ansi mikið. Eins og ég segi, þá geta verklegir tímar verið settir inn í vinnustofutímana og þó það líti út fyrir að vera val, þá eiga nemendur að mæta í verklega tíman þrátt fyrir að stundataflan sýni báða tíman hlið við hlið. Hér er ég búin að færa inn í Google-skjal sem nemendur munu vera að vinna með í skipulagningunni sinni. Verklega tíma og lita á öðruvísi, það er ágætt að hafa þetta allt saman skýrt, en ef við horfum á hvernig taflan er að birtast á innu, þá er það svona. Og þetta hefði venjulega þýtt hérna áður en nemendur myndi velja á milli hvað tíman hann færi, þetta væri árekstur. En þetta er ekki árekstra, það var bara kerfislega of erfitt að fjarlægja þessar vinnustofur af hverjum og einum nemenda. Þá hefði þurft einstaklings búið að vinna hverja einustu stundaskrá. Þannig að þeir horfum hérna er smíði á móti vinnustofu, hér á að mæti smíði. Sama hérna, það mæti smíði. Hér er mæti suðu, hérna mæti suðu, smíði, smíði og svo hér er hreyfing á vinnustofutíma, þá er mætt í hreyfingu. Þannig vinnustofan víkur fyrir svona föstum tímum, en það eru ansi margar vinnustofur. Breytingin sem við erum að fara í, hún reynir fyrst og fremst á skipulagningu nemenda. Hún reynir á sjálfstæði vinnubrögðum og nemendur síni ábyrgð á eigin námi og það er bara algjört lykilatriði að mæta. Mæta vilja alla tíma, mæti skipulagstíma á mánudögum, mæti áfangatímana sína í vinnustofurnar, þær eru ekki valkvæðar og nýta þær vel. Skipulagstímarnir, þeir eru grunnurinn að þessu breytta skipulagi á nám og kennslu.
Þeir eru alltaf á mánudögum klukkan 8:30, bara vikan byrjar á skipulagstímum og þar er mæting algjört lykilatriði. Tímarnir, þeir fara fram í heimastofum, sem hver hópur á heimastofu. Nemendur voru í heimastofunum í morgun, því sjá bara stundatöfluleikar eða voru ekki í morgun, hvar heimastofan er, og í þeim hópum. Við erum búin að raða nemendur saman í hópa með tilliti til hvaða námið þeir eru í, til þess að reyna að hafa svona nemendur saman í hópum sem eru að koma mest saman í áfengum. Svo kemur að því að velja sér vinnustofu. Hvað á að hugsa þegar að vera að velja vinnustofu? Það eru ýmsar leiðir til að velja, það er engin ein rétt, en það þarf svolítið að huga því hvaða vinnustofu ég að fara í. Og þá er gott til dæmis hugsa sem svo í 5 menningaáfanga sem yfirleitt eru með 4 klukkustundir í kennslu. Þannig að þegar það kenndir 2 áfangatímar, 2,5 hálftími, þá fylgja þeim áfanga 3 vinnustofur á kennara. Þannig að það er svona, þumalfengursreglan væri 3 vinnustofur hjá kennara sem þeir eru hjá í 5 menningaáfanga. Í 3 menningaáfanga sem oftast nær eru þess nýja skipulagi kenndur í hálftíma, í 1 áfangatíma, þá fylgja 2 vinnustofur. En það er samt ekki eingöngu þetta sem miður við. Það getur líka verið misjafnt hvað þið þurfið mikla hjálp í hverju fagi. Þið þurfið mismikið á kennurum að halda eftir í bara hvað styrkleikar liggja. Þannig að ef þið þurfið meira aðstoð í einu fagi en öðru, þá getið þið valið fleiri vinnustofur hjá þeim kennar sem þurfið meiri aðstoð. Segjum sem svo að þið þurfið meiri aðstoð í íslensku heldur en stærðfræði, þá farið bara fleiri vinnustofur í íslensku kennarunum heldur en stærðfræðikennarunum. Hvar eru stærstu verkefni í vikunni? Hvað er framundan? Er eitthvað stórt verkefni einhvers staðar þar sem getur verið heppilt að velja að fara í vinnustofu hjá kennarunum ef að mikið er að gera? Svo er það hvort einhver kennari sem er kalltíma. Kalltímar það er skyldumæting í kalltímana sem að kennari geta sett inn í vinnustofur og þá er ætlast til þess að nemendur mæti þær. Ef kennari setur kalltíma þá má ekki velja að fara eitthvað annað í vinnustofu. Þetta er búið til út af því að hver kennari hefur aldrei nema hálftíma í senn og það getur komið til þess að það þurfi einstöku sinnum lengri tíma. Það er kynningar á verkefnum í gangi eða það þarf eitthvað sérstakan umræðutíma sem tekur lengri tíma eða það er hlutapróf framundan sem hálftími dugar ekki. Kalltímar eru notaðir svona. Nemendur vera að mæta eins og ég sagði og kalltímar eru svolítið sparið. Það er ekki margir kalltímar í hverjum áfanga. Það einfaldlega bara gengur ekki upp í þessu kerfi. Þið vitið alltaf þegar þið mætið á mánudagsmótnum í skipulagstíman ykkar, þá eru allir kennarar búnir að leggja upp vikuna. Þið getur bara labbað inn og vita nákvæmlega hvað er framundan og gert ykkar áætlanir og þarna þurfið þið að skoða hvort einhver kennari hafi sett inn kalltíma. Nú ef svo er, þá þurfið að skrá ykkur þar í vinnustofu. Til þess að ná betur utan um þetta, þá gerðum við skipulagsskjal sem var farið yfir í tíma í morgun. Ég mun líka senda leiðbeininga eða kennslumyndband hvernig það er notað. Þegar þið farið hérna inn á þessa slóð, þá býðst ykkur að kópera þetta skjal og þið getur notað inn hjá ykkur. Við vitum eins og það getur alveg átt við að nemendur séu sjálfur með einhvers konar skipulagsskjöl sem þeir eru búin að búa til fyrir sig og sníða sínum þörfum. Og að sjálfsög það bara besta mál. Ef nemendur vilja nota eitthvað annað skipulag sem þeir eru vanir að nota, þá það besta mál, en það verður að vera skipulag. Það verður að vera skriflegt skipulag til þess að við getum aðeins fylgst með og fylgt nemendum eftir hvað er framundan. Við gerum ráð fyrir að skipulagi verði svona út alla hönnuna. Þetta er bara það sem við erum búin að leggja upp með. Það auðvitað samt þannig að þegar öllu er kollsteypt og við erum að fara í eitthvað mjög framandi, þá þurfum við öll að mæta svona skipulagi með opnum huga. Og við getum auðvitað þurft að slípa einhverja annmarka af kerfinu. Við erum auðvitað búin skipulagi eins vel og við getum, en það er alveg viðbúið að eitthvað þurfa að slípa til og þá bara gerum við það. Við þurfum bara að hafa opinn huga og læra hvert af öðru og gera þetta sem best. Ef sóttvarnareglur verða hertar, þá gæti þurft að nota heimastofunar sem nemendur eru búið að búa til bekki í heimastofunar, þá myndum við nota þær stofur í auknum mæli. Eins og staðan í dag eru þær nýttar í skipulagstíma
Ef að við lendum niður í meiri fjöldatakmarkanir eða megum ekki blanda nemendahópum, þá förum við að nýta heimastofurnar í meira mæli. En það bara seinni tíma úrlausn ef til kemur. Við erum undirbúin undir það, en við bregðumst bara við því ef þess þarf. Þá sé ég bara gangi ykkur vel, okkur öllum. Þetta er spennandi, önn sem framundan er.